Ég ætla að hlaupa ná í vatn fyrir Þorvald. Bless og sæl. Svo er ég með gamla. Já, þetta er góður, þetta er góður. Sjá. Hvað segja bændur? Er allt undir kontról? Já. Það er það. Kennir þið lifandi fólki eða ertu að kenna þeim gegnum tölvur þá? Ég er bara ekki að kenna neinum. Nú það er bara svona, það er hérna, blessa, loka luxus. Ég kom með eigin fjastringu, en er fjastring hérna sem að... Já, ég bara, var örugglega best að þú notir bara þína. Ok, þá fyrir við bara að stilla hana. Ég sé að þú ert með nýjustu gerðina, þú er hlaðið henni niður. Já, þetta var bara smá... Ég var að reyta þessu síðast í gær, sko, þannig að það var gott. Já, ég passaði bara, ég náði bara nýja núna í hérna Góður. í morgun. Er þetta svo og... Já, hún fer þá hér. Helgi var að hringja, hann er á leiðinni. Ok. Og þá verða fleiri áherendur heldur en sumarlendur. Já, svo erum við bara með þetta hér. Ég er bara með þetta hérna svo ég veit að útsendingin gangi rétt. Ég sé það. Og þá var ég að geta gert þetta. Já. Þetta virkar alltaf. Þetta virkar. Læsilegt. Svo myndi ég hérna... Þarf ég út af útsendingunni að halda mig á einhverjum sérstöku svæði? Þarf ég út af útsendingunni að halda mig á einhverjum, eða má ég æða mig? Og hún eltir í myndavélinni. Er þetta myndavélin? Já, hún á að elta þig. Hún á að elta mig? Já. Þú meinar það? Þannig að ég fer hingað þá fylgir ég mig? Já, hún gerir það, já. Ok, þetta er ekki. Það á að vera í lagi, sko. Þess vegna ætla ég að hérna... Ég þarf að deila síðan hérna skjánum með hérna... En ég má vera drífurlaus sem ekki er á fólki. Jú, ég fór í hraðpróf í gær sem er nú ennþá í lagi, sko, þannig að
Það á allavega að vera í lagi líka. Sjá, ég ætla að svona. Svo ætla ég að Já. það er svona. Eru próf öll núna staðpróf eða? Ég held að sé stefna hjá deildinni að þarna finna kannski veit ekki það sko að ég er ekki stefna hjá deildinni að þetta séu staðpróf. Ég held að það sé bara fyrir ákveðið. Ok, þannig að bara nemendur sem eru óttastleikir geta fengið að taka það heima að vilja. Þeir geta fengið að koma í janúar. Það gerir sig það. Nei, og ég held ekki á háskólum heldur, það verður einhverju nefnir að ganga sko. Það er ekkert. Já, Og þeir eru bara sendir. ég skildi þetta ekki alveg en sko að þú ert í sóttkví eða eitthvað núna þá ferði ykkur sérstök sjúkrapróf í Já, janúar. og það verður ekki frá janúar, þannig að það eru bæði sjúkrapróf á vendatímanum og út af þessum sérstöku aðstæðum þá verður aukapróf í janúar. Ég skil. Það var- Já, þetta er langvinnari bláa heldur að Og átt það að er vara. að vera samt, ég myndi halda kannski að þeir sem eru í sérstökum aðstæðum geta það ekki að vera síðan í stofu eitthvað svona. Jú, En þó ég myndi það það ekki, hlýtur að en vera. ekki heima hjá sér. Nei, það var ekki líka það var hann Arnar sem að kenna tölfræði í stjórnmálafræðinni hann sagði sko að hann létur skila inn einhverjum sko R-kóða með einhver heimaprófinu Já, og það er sko sama innsláttarvillan hjá sko 10 nemendum í sko 500 línu kóða sko. einmitt hjá mér í fyrra, þú veist, ég reyndi að einhverjum próf sem væri, þú veist, mikið af svona einhverjum ritgerðum eitthvað svona, þú veist, það sem þau gæti erfitt að svindla. Það var svo mikið svindl, sko, sem var svo augljóst, en sannlega byrjuði svo að þú getur ekki gert, þú bara stendur bara horfir á þetta er alveg bleikað, en þú getur ekki gert, sko. Nema þeir gátu gert það alltaf ekki fyrir þetta verk á náttúruvísindasviði, Já, þá voru nokkrir, þá voru einhver stærðfræðipróf, sem voru svona bara þannig gerð að það náttúrulega skiptir ekki máli á hvaða tungumáli þú ert að lesa og þeir sáu að það voru yfirtölur frá Indland sem lestu. Já, við tókum þetta því. Það fannst mér svolítið merkilegt. Það er nokkuð. Þeir gátu gert eitthvað í því, en annars hefur náttúrulega líka verið hægt að gera í þessu. já, ég var einhvern tímann að fá að vera sko með 50 krossa og svo var sko valdir 20 að hanga út fyrir hvern veginn, þannig að það vært að vera eitthvað svona sitt og erfiðir. Já, Og það máttist ekki. Nei. Það er eitthvað svona jafnræði. Það hefur greint barist um hvern stólar. Já, Vandaði valið. Þórólfur ætla að koma og Helgi, Gylfi. Já, ég var að lappa á Sækja. Helgi er á leiðinni sko. Lappa sko hringinn sko. Ha, Við höfum stundum lappa hringinn sko. Og ég gera það ekki eða. já, ég var að segja það. Það er Gylfi fyrir það eftir. Heill og sæll. Þannig að vantar 3 mínútur sko, það gæti best við einn enn. Já, Helgi, ég veit að Helgi kemur sko. Við leiðum Sigurður að hlaupa þarna eftir. Hann ætla að Helgi hefði fyrir og ég hitti Þóru líka í morgun, hann ætla að tala. Þannig að Helgi hefði fyrir að hringja og láta vita sko, hann væri aðeins segð. Það er til hérna búlgarst ávaxtavín, eða viljið, sem hann að koma í hring. Og hérna, það er þess að kom í haust. Maður gáður það og þetta er ég held að sé eins og grappa en þetta er örugglega með einhvern vittunarvottur. Það fundur heita symposium á grísku sem þýðir samt reykja. Já, ekki. Það er Sem fer á því. svo getur við líka háskólinn fyrir einn jóladag. Við erum ekki þá sem komum út. Jú, þetta hún er 2 mínútur sko. Já. Er það ekki eitthvað? Nei, þetta er. Ég er alveg rólegur með Þessi sé 2 mínútur og 6. ég þarf ekki að mæta deildarfundinn eftir en mín vegna hafa
það er þessi heyrnartól á borðinu, það getur ekki skrifa. Já, hvað viltu að ég í? Ég ætla bara að prófa hljóðið, þannig að ég gera þetta sjálf. Þetta verður. Já, ég veit nefnilega að spyrja það þegar ég get lægið tökum þau. Jú. Það er það tveir að fylgjast með. Ég veit að Siggi fór að hljóða hringina ekki. Og daginn. Það fór það ekki. Já, ég bankaði á hana. Hann hefur verið í hlaðprófi sér kannski. Já, gæti. Þú bara ræðist og það byrði svona Ólafur var ræðið. Já, eigum við bara að byrja? Já, þú bara ræðist. Klukkan er 10, verið hjartanlega velkomin. Það hefur verið aðeinsku salur, þá er við 7.000 manns. Þetta er bara fínt. Og ungur maður dróst ég mjög að Vestur-Evrópu. Af því að mér sveið og sárnaði kúunin sem almenningur þar mátti sæta af hálfu stjórnvalda. Og svo þegar kommunisminn hrynur 1990, að þá lagði ég eiginlega allt annað til hliðar eins og margir kollegum okkar í stéttinni gerðu báðu með Atlantsafsins og var að flækjast í þessum löndum. Og það var mjög áhugavert. Þegar maður fór á fætur í Moskvu á morgnana þá vissi maður aldrei hver hafði verið settur inn yfir nóttina og annað var eftir því. Og þetta leiddi til nokkurra ritgerða og bókar sem var eina fyrsta alvöru hagfræði kennslubókin handa Austur-Evrópuþjóðum. Þannig skrifaði ég í félagi við 2 félaga mína, Normann og Svía, og hún kom út á einu 17 tungumálum. Svo það frá leið að þá fengum við sérstakan áhuga á Eystrasaltslöndunum. Bæði af því að þau stóðu okkur svo nálægt. Þau eru bara bústofna mest í bæri við Finnland og Svíþjóð og það. Og okkur langaði mig og félaga minn, Edvard Hochreiter, sem var lengi aðalhagfræðingur Austurríska Seðlabankans og síðan einnig háttsettur embættismaður í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, var tilvist í Washington eða Berlín. Okkur langaði að bera fyrst Eistland saman við einhvern land sem gagn væri að samanburði við og Georgía sem Halldór Laxness kallaði Rússíu var til valinu. Og okkur langaði að skoða hversu Eistum hefði vegnað í efnahagslegu tilliti og bera það saman við Georgíu. Því einn augljós munur var sá að Eistar settu strax á sína stefnuskrá að ganga í Evrópusambandið eins fljótt og kostur væri, meðan að Georgía hikaði. Og niðurstaðan var sú að Eistland gekk í Evrópusambandið 2004 en Georgía núna áætlar að ganga þangað inn 2024, 20 árum síðan. Og síðan tókum við 2 árum síðar til við Vesturland sem var Lettland og völdum þá Króatíu til samanburðar. Munurinn á Lettlandi og Króatíu var minni heldur en munurinn á Íslandi og Georgíu, eins og sést á því að Króatía gekk í Evrópusambandið 2013, 9 árum á eftir Lettlandi. Nú vorum við stærðin sem okkur þótti líklegt að skýrði það hvers vegna Ísland og Lettlandi vegnaði betur, uxur hraðar heldur en Georgía og Króatía, var að þau einsettu sér að ganga í Evrópusambandið og tileinka sér þau viðmið sem þar tíðkast og er krafist af aðildarlöndum. Og svo liðu árin og við áttum okkur á því að við áttum 3. Eystrasaltslandið eftir, sem var Litháen. Og þá þurftum við að velja land til þess að bera saman við og Hvíta-Rússland var fyrir valinu.
sem var út af fyrir sig áhugavert fannst okkur vegna þess að háskólamenn í okkar erfund að hafa ekki sitt Hvíta-Rússlandi sem heitir. Þetta kann að vera fyrsta svoleiðis ritgerðin sem að útkemur. Og munurinn á Litháen og Hvíta-Rússlandi er meiri heldur en munurinn á hinum fjörunum tveim innbyrðis vegna þess að Hvíta-Rússar höfnuðu sér Rússum, eru fastir í fangi þeirra og svo mjög að þeir eru jafnvel að hugsa að renna inn í Rússland með einhverjum hætti á næstu misserum. Og markmiðið er sem sagt að bera saman hagvaxtarferla Eystrasaltslandanna þriggja, annars vegar og svo þessara þriggja viðmiðunarlanda hins vegar. Þetta er það sem við bransanum kalla benchmarking, það er að segja miða eitt land við annað. Og fyrir okkur vakir að reyna að skilja munin á vexti og viðgangi efnahagslífsins í hverju pari og reyna að skilja hversu miklu leyti er hægt að rekja munin til annars vegar aukinnar hagkvæmni í notkun fjármagns og annarra framleiðslu afla, þetta sem á ensku við kalla intensive growth, frekar en bara til að blindrar uppleiðslu fjármagns sem er kallað extensive growth á ensku. Með öðrum orðum, þetta er spurning það að hversu miklu leyti megi rekja vöxtinn til bara uppleiðslu magns frekar en til batnandi gæða. Og þá vaknar þessi spurning, skipti augastaður Eystrasaltslandanna á Evrópusambandsaðildmáli eða ekki? Og við höldum samanburðinn milli Hvíta-Rússlands og Litháens. Löndin eiga löng landamæri og samofna sögu og það er mikill munur á helstu aflvökum hagvaxtar í þessum tveim löndum. Ég meina, Litháen hefur gengið í gegnum fulla aðlögun að markaðsbúskap í andstöðu merkingu við mjög takmarkaða og fullburða aðlögun í Hvíta-Rússlandi. Fyrstu 3 árin eftir að Hvíta-Rússland var ekki lengur partur af Sovétríkjunum af því að þau voru hrunin, þá sýndu heimamenn merki þess að þeir vildu hafa þetta eins og Eystrasaltslöndin, en það stóð ekki lengi því að frá 1994 þegar Lukasjenko, sem er ennþá forseti, var kjörinn, sem andspillingar frambjóðandi, þá hefur lítið þokast í átt að Evrópu. Með öðrum orðum, meðan Litháen er fullburða lýðræðisríki, þá er Hvíta-Rússland einræðisríki. Og meðan Litháen hafnast að Evrópusambandslöndum og vill tileinka sér hagstjórn og stofnanir og lýðræði og mannréttindi að evrópskri fyrirmynd, þá á ekkert af því við Hvíta-Rússland. Og það sem við gerum er að reyna að henda reiður á hagkvæmni og uppleiðslu fjármagns, það er að segja intensive and extensive growth, með einföldu hagvaxtar bókhaldslíkani í lokin, en fyrst ætlum við bara að skoða hvað gerðist, eða sýnist fullt af hlutum og gera athugasemdir við þær eftir atvikum. Og samanburðurinn felst í því að skoða landsframleiðslu á mann sem er algengasti kvarðinn sem við notum á vöxt og viðgang efnahagslífsins þó að hann sé þröngur þessi kvarði. Og við gerum þetta ýmist með kaupmáttarleiðréttingu eða án hennar. Venjulega myndi maður á þess að velta því fyrir sér að nota kaupmáttarleiðréttinguna. En við erum ekki viss að það sé rétta leiðin þegar Hvíta-Rússland á við. Og það var vegna þess að þar er ennþá víðtækt verðlagseftirlit og verðlagningin er röng og hún er mjög bjöguð. Og þess vegna teljum við eins og sem aðrir að það sé betra bara að nota hráar framleiðslu tölur án þess að færa þær til einhvers alþjóðlegs verðlags úr því að verðlagið er svo illa mælt í Hvíta-Rússlandi. Og þess vegna heldum við að landsframleiðsla án kaupmáttarleiðréttingar sé ef til vill áreiðanlegri kvarði. En hagtölur hrökkva skammt fyrir flest að það gera eiginlega ekki fullt gagn nema þessu skoðaðar við hlið ýmissa félagsvísa, til dæmis heilbrigðisvísa eins og ævilengd. Og samanburðurinn á þessum tveim löndum er engin undantekning þar.
Þegar eftir 1990 þá styttist meðalagið í Hvíta-Rússa 3 ár, á móti bara 2 árum í Litáen. Og viðsnúningur meðalævinnar hann hófst 1994 í Litáen, en ekki fyrir 8 árum seinna í Hvíta-Rússlandi. Og frá 1994, þegar Lúkasjenko var kjörinn forseti í Hvíta-Rússlandi, að þá hafa Hvíta-Rússar bætt 5 árum við meðalævi sína á móti 7 árum í Litáen. Öðrum orðum að þróun ævilengdar sem algengasti heilbrigðisvísir sem við notum, helst mjög í hendur við tölurnar landsframleiðslu upp úr þjóðhagsreikningum. Og eftir að löndin bæði rifið sig upp úr hruninu eftir fall kommúnismans eftir 1990, þá uxu bæði löndin nokkurn veginn samsíða frá 1995 og áfram ef við skoðum landsframleiðslu á kaupmáttarkvarðann sem við treystum ekki til fulls. En án kaupmáttarleiðréttingarinnar þá óx Litáen mun hraðar einkum eftir 2012. Já, frá 2012 þá það sama við Hvíta-Rússland eins og Rússland, að þar hefur framleiðsla á mann staðið í stað. Og tekjumunur á löndunum tveim án leiðréttingar, hann óx úr þetta tæplega 60% 1995 upp í tæp 200% 2019. Þess að 2019 voru tekjur á mann 3 sinnum meiri í Litáen heldur en í Hvíta-Rússlandi, en höfðu verið bara 58% meiri 25 árum fyrir. Og Litáen hefur vaxið hraðar en önnur lönd í Mið- og Austur-Evrópu að meðaltali. Hvíta-Rússland hefur vaxið hægar. En við bætist svo atriði sem við höfum ekki tök á að kafa djúpt ofan í þessari umferð. En það er mjög mikilvægt og það er þetta að Litáen hefur misst 1/4 mannfjöldans úr landi sem fagnaði opnun landamæranna bara með því að fara til Þýskalands og Bretlands og svo framvegis. En íbúafjöldi Hvíta-Rússlands hann hefur skroppið saman miklu minna 8%. Og hér sjáið þið þessi 6 lönd. Sverulínurnar eru Litáen þessi græna og Hvíta-Rússland þessi bláa. Þetta er sem sagt landsframleiðsla á mann frá 1990 þangað til í hittifyrra. Og þetta eru dollarar á föstu verðlagi með kaupmáttarleiðréttingu. Og brotnalínan er meðaltalið á löndunum í Mið- og Austur-Evrópu og Eystrasaltslöndunum. Og þið sjáið hvernig Eystrasaltslöndin 3, það eru Eistland, þessi ljósgráa lína, og Lettland, þessi ljósbláa, og Litáen, þessi græna. Þið sjáu hvernig þau hafa rokin upp síðastliðin 10 ár og hafa stungið Rússa af, því að rússneska línan sem er ekki sýnd hér, hún hefur verið nokkurn veginn flöt frá 2012 og næstum flöt en ekki alveg frá 2007. Það kann að skýra hegðan Rússa við austurlandamæri Úkraínu. Þessa dagana, þessa vikuna, þessa mánuðina. Særður risi síni tennurnar. Og hér sjáum við landsframleiðslu á mann frá 1995 og 18 á föstu verðlagi með kaupmáttarleiðréttingu. Og þið sjáum bæði löndin rísa hlið við hlið á myndinni til vinstri. Og þið sjáum þau sem aftur frá 2013 og áfram á myndinni til hægri, nema þar liggur hvítrússneska línan flöt, þessi bláa, meðan að Litáen hélt áfram að vaxa. Og hér sjáum við landsframleiðsluna aftur með kaupmáttarleiðréttingu og þá birtist þessi sérkennilega niðurstaða að Hvíta-Rússland virðist hafa haldið í fullum tré við Litáen á myndinni til vinstri. Og var meira að segja langt yfir Litáen eins og þið sjáuð á muninum og þessari bláu línu og grænu. Og svo sjáuð þið mannfjöldaþróunina hægra megin, þar sem að Litáar mistu fimmtunginn af fólkinu en Hvítrússar bara 8%. En hér sjáuð þið hvað tölurnar segja ef við sleppum kaupmáttarleiðréttingunni. Þá sjáuð þið landsframleiðslu á mann vinstra megin, bara í
dollurum á verðlagi hvers árs. Við sjáum að Litháen var 58% ríkara 1995 þegar við hefðum samanburðinn, en var orðið 3 sinnum ríkara á þennan bara 2017. Og þið sjáðu að tölurnar ævilengd á myndinni til hægri, þær segja svipaða sögu. Litháar hafa alltaf lifað lengur, allar götur frá því að kommúnisminn hrundi, og þeir lifa 2 árum lengur að jafnaði. Hvítrússar. Og það að sumu leyti marktækari mælikvarði á árangurinn sem að þessi þjóðfélög hafa náð, heldur en tölurnar upp úr þjóðhagsreikningum, finnst mér. Og þá vaknar spurningin, hvernig skýrir maður þennan mun? Hvernig skýrir maður hvers vegna Litháen óx miklu hraðar ángrafnarlendingar? Og hvað var það sem hélt aftur af Hvítrússum? Og hér sýni ég bara ykkur flokkun helstu gangráða hagvaxtar eftir hagvaxtarfræði síðustu ára. Maður byrjar alltaf á fjárfestingu, viðskiptum og menntun. Svo skoðar maður hagskipulagið og atvinnuvegaskiptingu. Maður skoðar lýðræði og stjórnarhætti. Stjórnarhætti er það sem á ensku heitir governance. Svo skoðar maður auðvitað ríkisfjármál og peningamál, verðbólgu og þess að það. Og síðan vinnumarkaðs ástandi. Og svo ætla ég að sýna ykkur áður við hættum að tölur viðbrögð beggja landa við heimsfaraldrinum. Og nú skulum við bara raða myndunum upp. Fyrst ger ég athugasemdir og síðan sýni ykkur myndirnar. Fjárfesting í Hvíta-Rússlandi, hún nam þetta næstum 3/3 af landsframleiðslu að jafnaði frá 1990 og áfram, en bara 5/5 í Litháen. Þetta er svo Rússland. Rússland fjárfestu miklu meira en við gerðum. En við höfum líka ástæðu til þess að efast gæði þessar fjárfestingar vegna þess að hún var ákveðin á pólitískum forsendum að miklu leyti en ekki á efnahagsforsendum. Og þetta á einnig við erlenda fjárfestingu, því að innstreymi hreinnar erlendar fjárfestingar í Litháen var þetta 3% af landsframleiðslu að jafnaði þessi ár, á móti bara 10% í Hvíta-Rússlandi, og þetta er 50% munur. Og erlend viðskipti, útflutningur Litháen nam næstum 60% af landsframleiðslu, en það var meira en 60% í Hvíta-Rússlandi. Þess að Hvíta-Rússar fluttu meira út heldur en Litháar. En það skiptir ekki bara máli hversu mikið þú flytur út, heldur að hvað þú flytur út og hvert. Aðal viðskipta vinur Hvíta-Rússa eru Rússar, meðan aðal viðskipta vinur Litháa eru Evrópusambandslöndin. Það eru orðin 2/3 af erlendu viðskipti Litháa eru við Evrópusambandi, meðan Hvítrússar eiga meira en helming af sínum milliríkja viðskiptum við Rússa. Og innflutningshömlum var aflétt smám saman í Litháen eins og aðild að Evrópusambandinu útheimtir, en Hvíta-Rússland heldur fast í umtalsverðar viðskiptahindranir. Og þetta voru fjárfesting og viðskipti og þá kemur menntun, framhaldsskólasóknir næstum alsiða í báðum löndum. En Litháar sitja lengur á skólabekk en Hvítrússar, sem nemur 1,3 árum á hvern nemanda að meðaltali, og það virðist okkur skipta máli eins og við munum sjá síðar. Og hér koma tölurnar, hér sjáum við innlenda fjárfestingu vinstra megin, þar sem að Hvítrússar hafa fjárfest meira heldur en Litháar sem hlutfall af landsframleiðslu. Og nú sjáum við erlendu fjárfestinguna að megin, þetta er bara myndin sem að textin sem ég var að sýna ykkur vísir. Og hér kemur útflutningurinn, hlutfalli af landsframleiðslu, og þið sjáum við að græna kúrfan sýnir vaxandi útflutning í hlutfalli landsframleiðslu í Litháen, en bláa kúrfan er eiginlega leiknilaus fyrir Hvíta-Rússland, talsverð viðskipti en engin sérstök tilhneiging til þess að þau aukist með tímanum. Og svo sjáum við tolla sem hlutfall af þeirri ríkisins. Og sjáum við að Litháen gekk að vera búa sundir Evrópusambandsaðild og setja tollan niður 0, meðan að Hvítrússar halda áfram að leggja talsverða tolla á innflutta vöru og þjónustu. Og hér sjáum við tölur menntun, þið sjáum við að framhaldsskólasókn er næstum því fullt hús í báðum löndum, það er 97–98% í báðum löndum. Og þið sjáum við að
notkun netsins sem snaraukist í báðum löndum. Litháar höfðu vinninginn lengi framan af en Hvíta-Rússar hafa náð þeim. Og reyndar lífvænlegasti krafturinn af efnahagslífi Hvíta-Rússa einmitt tölvuiðnaðurinn. Og það hefur síðan smám saman skilað sér til almennings í því að nú það jafn hátt hlutfall mannfjöldans í Hvíta-Rússlandi sem notar netið frá degi til dags eins og í Litháen. Og þá komum við að hagskipulagi og atvinnuvegaskiptingu. Útflutningur frá Litháen, hann samþjappaðri og hann fjölbreyttari heldur en útflutningur Hvíta-Rússa. Það er best að byrja á því að skoða hlutdeild landbúnaðar í landsframleiðslunni því hún hefur eins og alls staðar minnkað verulega í báðum löndum en hún hefur minnkað niður í miklu hærra hlutfalli í Hvíta-Rússlandi heldur en í Litháen. Í Litháen bara 3% af landsframleiðslunni í spotið í landbúnaði sem ekki miklu hærri tala en í Evrópusambandslöndunum. Það er ennþá 7% af landsframleiðslu í Hvíta-Rússlandi sem kemur úr landbúnaði. Þess að Hvíta-Rússar eru þetta 10 árum og eftir Litháen að þessu leytinu til. Og hlutdeild iðnaðar í útflutningi hefur haldið stöðugu í Litháen, nálægt þetta 60% en nú minnkaði í Hvíta-Rússlandi úr 80% niður í 50% á þessu tímabili sem við erum að skoða. Og svo mælir Alþjóðabankinn hversu auðvelt að vera að koma undir þessu kvótanum með viðskiptum í ólíkum löndum. Og hann setur Litháen í 11. sæti 2020 sem er langt framar heldur en Hvíta-Rússland sem er í 49. sæti af þetta 150-60 löndum. En takist þetta eftir því að Hvíta-Rússland stendur í þessum tölum Alþjóðabankans feti framar í röðinni heldur en rótgróin Evrópusambandslönd eins og Ítalía. Og Króatía og Ungverjaland sem eru miklu nýrri aðilar Evrópusambandinu standa einnig að baki Hvíta-Rússa. Þannig að sagan efnahagslífið í Hvíta-Rússlandi alls ekki konsert eins og margir myndu að halda af fréttum þaðan þessi misseri. Og hér sjáum við tölur frá Sameinuðu þjóðunum samþjöppun útflutnings og fjölbreytni útflutnings og þið sjáum að samþjöppunin meiri í Hvíta-Rússlandi og fjölbreytnin minni en samt munar ekki mjög miklu á þeim. Og hér sjáum við tölurnar á landbúnaði. Þetta hlutdeild landbúnaðar í landsframleiðslu. Þetta eru bara myndir af því sem þú var að segja ykkur rétt áðan. 7% í Hvíta-Rússlandi en 3% í Litháen. Og hér sjáum við hvernig hlutdeild iðnaðar í útflutningi hefur staðið í stað í Litháen með styrkjum og skrykkjum en hríðfallið í Hvíta-Rússlandi sem margir myndu skoða sem merki afturför. Og þá kemur að lýðræði og stjórnarháttum. Sko, Litháen óskorað lýðræðisríki sem hefur tekist á 30 árum. Og það eru margar stofnanir út í heimi sem að gefa löndum einkunnir fyrir lýðræði. Freedom House í Bandaríkjunum gefur Litháen einkunnina 9, það sé 90 stig af 100 möguleikum. Á meðan einhver Hvíta-Rússlands var lækkuð úr 15 2015 í 11 2021. Þess að Hvíta-Rússlandi með einhver allra lægstu lýðræðiseinkunn sem sögur bara af, en það landi hans fyrir en það ekki. Og Heritage Foundation sem önnur svona stofnun sem hefur aðsetur í Bandaríkjunum, og hún raðar Litháen í 15. sæti listans yfir mest frelsi í efnahagsmálum, 170 landa hópi, en Hvíta-Rússland fyrir neðan meðjar líðar í 95. sæti. Og Transparency í Berlín hefur Litháen verið miklu óspilltara land heldur en Hvíta-Rússland. Einhvern veginn eru 60 í Litháen og 45 í Hvíta-Rússlandi. Og svo ekki þannig skalinn frá 0, það sem botlaus spilling, og upp í 100 löndin eru svo nýfallin mjöll. En svo annað, þar hefur Hvíta-Rússland vinningin yfir Litháen að því að mörgum myndi finnast. Og það Gini-vísitalan jöfnuð, að hún 28 í Hvíta-Rússlandi á móti 36 í Litháen. Með öðrum orðum að Hvíta-Rússland státar af meiri jöfnuði,
stjórnvöld tala þannig heldur en Litáin gerir sem býður upp á ginnistuður sem svipaðar eins og í Þýskalandi og Frakklandi. Við erum það á eftir. Alþjóðabankinn gefur Litáin hærri einkunn fyrir stjórnarhætti, governance, heldur en Hvíta-Rússlandi og bili fyrir brekkandi. En svo annað, þetta helst í hendur kannski við meiri jöfnuði í tekjuskiptingu í Hvíta-Rússlandi heldur en Litáin. Að samkvæmt World Value Survey, þar hafa félagsvísindamenn mælt traust milli manna og traust til stofnana í ólíkum löndum í 7 umferðum, 7 bylgjum eins og þau kalla það, síðastliðin 30 ár. Og traust milli manna meira í Hvíta-Rússlandi heldur en Litáin. Þrátt fyrir allt. Og hér sjáum við tölurnar. Hér kemur stjórnmála vísitala stjórnmálafræðinganna í háskólanum í Maryland í Bandaríkjunum. Já, ekki svo. Já, ég að tala núna traust milli manna. Jú, það minna. En ekki miklu minna samt, ef ég mann þetta rétt. Fyrir ekki? Það má spyrja, það var ekki kýmistöru. Já. Getur maður treyst frá Hvíta-Rússlandi það sem hans kallar það? Við erum með langa paragrafi í ritgerðinum að það séu lögmætar ástæður til þess að vantreysta tölurnar sem hagstofurnar eru ekki óháðar afskiptum stjórnmála. Þannig að en sumir sem hafa unnið með stjórnvöldum í Minsk segja að þessar áhyggjur séu of miklar. Þannig að við vitum í raun og veru ekki svarið til fulls. Okkar fyrstu viðbrögð auðvitað vantreysta því, vegna sem við vissum að hagtölur frá Rússlandi eða Sovétríkjunum voru of miklar frá atvinnu. En það eru til vitni sem að vinna með þeim þarna austur frá, sem að segja að þetta sé ekki eins svart eins og menn kynnu að halda. En meirum, ég kannski bara takið það fram yfir, sko. Þetta með tekjuskiptinguna og traustið skiptir máli vegna þess að þetta er eiginlega rauði þráðurinn í boðskap Lúkasjenkós og hans manna til þjóðarinnar. Þau segja þið getið treyst því að þið hefur full atvinnu af því að ríkið er mikilvægast yfirveikandi. Þið getið treyst því að vera svipað úr bítum, meiri jöfnu heldur en öðrum löndum. Þannig að móti verði að leyfa okkur að ráða því sem við viljum ráða. Þetta er díllinn. Það hefur verið kallað social contract þarna austur frá. Og það er hann sem er að bresta núna vegna þess að Lúkasjenko bersýnilega stal síðustu kosningu fyrir allra. Og þess vegna halda menn að það hljóta að vera stutt í endalókin hjá hann. En hann hefur haldið þessu saman, hann voru að stjórna það með næstum 30 ár. Og þetta hefur verið lykillinn. Þessi samningur við fólkið sem hann auðvitað leggur innliða upp á fólkið á þess að spyrja Gylfi. Hvað fréttir maður kostum? Bara sama stað og þú og ég á CNN og svona. En það eru myndir af embættismönnum að tróða selja búkum í kjörkassa þar eins og Rússland. Það fyrir ekkert á myndum. Og við sjáum þá myndina fyrir Hvíta-Rússland. Men á fyrstu árunum eftir hrunið þá náðu þeir að spjáta lýðræðiseinkunni hjá þeim meira. En svo er Lúkasjenko kjörinn og einkunnin hefur verið föst í -7 síðan. Og svo sjáum við spillingavísitöluna frá Transparency þarna þar að megin og Litáin í suður, það sem við myndum kalla spillt land, en hefur þó þokast aðeins hærra úr 54 upp í 60 og Hvíta-Rússland hefur líka þokast hærra úr 30 upp í 45 en er þó langt að baki Litáins. Þessar tölur eru þá ekki að taka með að nýstu kosningum? Nei, en það séu það að þær voru, hvenær voru þær haldnar í fyrra? Já. Og þessar tölur ná til 2019. Það er ekki fyrir í fyrra sem hún byrjar að stela kosningum? Já, ég myndi nú ekki treysta því, sko, því að þú afhjúpað kosningasvik í eitt skipti, þá vaknaði þetta spurningar það sem að gerist á. Og nú er ekki bara að hugsa fjarlæga lönd svo Hvíta-Rússland.
miklu með drift. Hér kemur Guinness-stuðullinn og þið sjáið að hann hærri í Litáen heldur en í Hvíta-Rússlandi. Og Hvíta-Rússland hefur meira að segja þokast niður úr þetta 32 stigum niður í 25. Og þetta dýllinn sem Lúkasjenko bauð sínu fólki. Og svo sjáum við traustvísitölurnar þarna hægra megin og þið sjáum að bláa súlan hærri heldur en græna súlan í þessum tveim bylgjum frá Social Value Survey þar sem bæði löndin voru metin hlið við hlið. Og hér sjáum við tölur Alþjóðabankans stjórnarhætti sem þeir mæla eftir ólíkum leiðum. Og við sjáum að græna súlan alltaf lengri og miklu lengri heldur en svo bláa og það bara vegna þess að Litáast tíðka miklu traustari og betri stjórnarhætti heldur en Belarus, Hvíta-Rússland, eins og vænta má þegar verið að bera saman fullburða lýðræðisríki við harðsvíra einræðisríki. Og svo koma ríkisfjármálin og peningamálin. Sko það var óðaverðbólga í báðum löndunum eftir hrun kommúnismans. En báðum tókst að kveða verðbólguna niður og Litáen tókst að betur. Það verðbólga í Litáen mældist í lágum einstakstölum alveg sem frá 1998 til 2004 og svo aftur frá 2009. En Hvíta-Rússar áttu miklu meiri erfiðleika. Þeir náðu verðbólgunni niður í einstaksstölu bara þrisvar 2016, 17 og 19. Og við bætist að fjármálaþróunarvísitalan sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn nýbyrjaði að gefa út. Að hún hærri, þar að segja fjármálakerfið þroskaðra í Litáen heldur en í Hvíta-Rússlandi eins og við að búast. En svo kemur mikilvægur munur og í Litáen stjórn ríkisfjármála bara hluti af arkitektúr ríkisfjármálanna í Evrópusambandinu. En í Hvíta-Rússlandi hefur forsetinn ríkisfjármálanna hendi sinni að mestu leyti án afskipta þingsins. Og ríkisskuld Hvíta-Rússlands og hún fer vaxandi en nemur þó ekki nema 40% af landsframleiðslu sem minna heldur en í Litáen. En þá skiptir það máli að Rússland eini erlendi lánardrottinn Hvíta-Rússlands. Og hér sjáum við verðbólguna, sýningur tvisvar til að klippa fyrstu 4 lönd árin framan af því að þá viltu var bara flött í báðum löndum eftir það. En við sjáum að þetta fór upp til 2000% í Hvíta-Rússlandi eftir hrunið og upp fyrir 1000 í Litáen. Við tökum þá kúfa af, þá þessi kúfur hér, sama og þessi. Og þá sjáum við að Litáen hefur verið þetta í lágum einstakstölum lengst af, meðan að Hvíta-Rússland gekk verri og þeir fóru upp fyrir 50% skeið bara fyrir 10 árum. Sem að sýnir þetta veikleika í hagstjórninni þar. Hvíta-Rússar? Já. En Litáar sko einsettu sér að taka veðruna eins fljótt og kostur er. Og það voru þeir sem að gerðu þann makalausa hlut að þeir frestuðu upptöku evrunar frekar en að fá Hagstofuna til þess að breyta skilgreiningu sem hefði gert það að verkum að þeir hefðu mátt taka evruna á. Það margt sem það að þeir töldu svo mikilvægt að sýna það að þeir væru hættir að falsa hagtölur. Þannig drógst upptaka evrunar í Litáenum um 3 ár held ég. Það vegna þess að samkvæmt gömlu skilgreiningunni sem var rétt, að þá voru þeir aðeins yfir markinu sem að þeir máttu ekki vera yfir til þess að eiga rétt á að taka evruna. Og hér sjáum við tölur fjármálaþroska og fjárdýpt. Vinstra megin sjáum við þessa nýju vísitölu þroska í löndunum tveim. Og það bara samsett vísitalar, alls konar atriði sem tilgreina. Þeir að greina þroska fjármálamarkað frá óþroskuðum og þeir sjáum við að Litáar standa sig miklu betur á þannig mælikvarða heldur en Hvíta-Rússland. Og svo sjáum við fjárdýptar mælikvarðan sem bara tveir sem hlutfall af landsframleiðslu. Við sjáum við að Litáar hafa verið að færa sig hærra og hærra eins og lönd í Evrópu hafa gert gengin ár. Meðan að þessi hlutfall snarlækkar í Hvíta-Rússlandi og hefur þokast
rétt át síðan 2001 eða 2 en miklu hægar og miklu lægra heldur en í Litháen. Og þá komum við að vinnumarkaði og vinnuþátttaka fólks á aldrinum 15-64 ára hefur aukist aðeins lítillega í Hvíta-Rússlandi. Og í Litháen þá snarminnkaði hún frá 1990 til 2006 en sneri síðan. Og atvinnuleysið rauk upp í Litháen eftir fjármálakreppunum 2008 en ekki í Hvíta-Rússlandi, bara af því að kreppan bara flaug framhjá. Hvíta-Rússland var alls ekki partur af þeim hluta heimshagkerfisins sem við tilheyrum og mistu þess vegna af kreppunni eða sluppu við hana. Og þá ég komin að þessum óskrifaða samfélagssáttmála sem ég lýsti fyrir ykkur á. Og það felst í því, svo ég hlutvæki, að ríkisvaldið segist tryggja mikla atvinnu gegn því að fólki sætti sig við skert frelsi á samfélaginu. Þess að sætti sig við innhæli. Og ríkisfyrirtæki eru vinnuveitendur helmingsvinnandi fólks, sem er vísa lægra hlutfall en í Sovétríkjunum sjálfum. Það er samt svimandi hátt hlutfall. Og hér sjáum við þessar tölur vinnumarkaðsþátttöku vinstra megin og atvinnuleysi. Og atvinnuleysi í Hvíta-Rússlandi hefur verið þetta 5-6% undangengin ár, sem eru þetta lágar tölur á evrópskar mælikvarða, þó það sé þetta ekki á okkar íslenska mælikvarða. Og þá er þessari yfirferð lokið, nema ég ætla að sýna ykkur viðbrögðin við heimsfaraldrinum. Það hefur orðið lítilsháttar samdráttur innan 1% í báðum löndum í landsframleiðslu í fyrra. Og Hvíta-Rússland naut þess að þangað koma fáir ferðamenn. Og samt segir íslensk ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í ferðum til landa í Hvíta-Rússlands og Norður-Kóreu og Kúbu að Hvíta-Rússar séu mjög góðir heim að sækja. Það sé óvænt ánægja sem býði ferðamanna sem koma þangað. En mótvægisaðgerðir gegn faraldrinum voru ólíkar í löndunum tveim. Í Litháen viðbrögðum bara hinn sömu og víðast hvar annars staðar í Evrópu. En í Hvíta-Rússlandi voru engar lokanir og fáar og mildar mótvægisaðgerðir, enda sagði forsetinn mönnum bara að aka dráttarvélum og drekka vodka. Það var eins og forsetinn hinn sem sagði mönnum að taka inn stíflueyði. Og staðtölurnar sýna eftir þessu mikinn mun. Í Hvíta-Rússlandi, ég viku gamlar tölur, það eru 300 fengi eina sprautu og 400 2. Og dauðsföllin segja þeir eru 5 promille og það er tala sem ég trúi alls ekki. Svo komum aftur að því. En í Litháen hafa 2/3 fengi eina sprautu og næstum því jafn hátt út af sprautu og það eru dauðsföllin 2,4 promille. Það er að segja að Hvíta-Rússar ætlast til þess að við trúum því að í landið þar sem að lausnin sem yfirvöldin boða séu dráttarvélar og drykkjuskapur að þar séu dauðsföllin 5 sinnum færri heldur en í nágrannalandi. Það hlýtur að vera lygi. Og þá getum við dregið þetta saman. Og flestir aflvakar hagvaxtar bara eftir hagvaxtarfræði undangengin ára og áratuga eru hliðhollir Litháen í þessum samanburði. Það er að segja að þar eru millilandaviðskiptin meiri og útflutningunin fjölbreyttari ætla ég að segja. Og menntunin meiri og betri. Það eru lengur á skólabekk þar. Og minni áherslu á landbúnað og meiri áherslu á iðnað. Og lýðræðið stendur styrkari fótum. Það stendur ekki á fótum í Hvíta-Rússlandinu sinni og spillingin minni. Og stjórnarhættir betri. Og verðbólgan minni og fjármálaþroskinn meiri. Og þarna sem sagt standa Litháen sig betur. En á móti koma þættir í Hvíta-Rússlandi sem vert að hafa í huga. Meiri fjárfesting, helmingi meiri, en með þessum gamla fyrirvara að kannski var hún óákvæm af því að hún var ákveðin á pólitískum forsendum. Og svo þetta meiri jöfnuður og minna vantraust milli manna og því trúi ég að sé rétt í tölunum en að koma tölurnar
minnst hvort traust frá útlendingum. Og svo minna atvinnuleysi þarna, það liggur fyrir. En svo voru þetta lægri tekjur á manni að upphafi í Hvíta-Rússlandi. Og þá náttúrulega svigrúmið til hagvaxtar meira sem því nemur. En þessi munur á upphafstekjum, hann fellur ekki inn í okkar ramma, þannig að það atriði sem við hefum gjarnan vilja geta haft með en sáum ekki leið til þess að hafa með. Og þá get ég lokið þessu með því að sýna ykkur bara á handahlaupum þetta einfalda hagvaxtarbókhaldslíkan sem við tökum traustatæki úr fyrri greinunum Eistland og Georgíu annars vegar og Lettland og Króatíu hins vegar. Bara til þess að reyna að sjá hvað við getum gert við þessar tölur sem við safnað saman og þetta á alls ekki við allt sviðið og hvaða ályktanir við getum dregið af því. Og þá byrjum við á því bara að lýsa framleiðslufalli þar sem að framleiðslan eftir mannauði og fjármagni og náttúruauði og vinnuafli og stuðlasumman í veldisvísunum 1 og síðan deilum við í gegn með vinnuaflinu og þá fækkar við vittunum í fallinu meina. Þá landsframleiðsla á mann og við falla mannauði og fjármagni og náttúruauði á mann. Og við getum endurskrifað þetta ef við hugsum okkur að A og B séu hálfur hvor stuðið. Þá sjáum við að við getum skrifað framleiðslu á mann bara sem hagkvæmni og tæknistuðulinn A í veldi 1,5 og svo síðan sinnum kvaðratrótin á margfeldinu af mannauði á mann og hlutfalli fjármagns og framleiðslu. Og ef við hugsum okkur að mannauður á mann bara fari eftir fjölda ára á skólabekk í hátt við kenningu Minsers, þá getum við skrifað fjármagn á mann bara sem veldisfallið í veldinu VAFU, þar sem að fjöldi ára á skólabekk U og VAF eftir einhver fastur stuð. Og það þýðir að við getum þá diffrað þessa jöfnu til eins og Minseri gerði og þá sjáum við hvernig skólasókn orkar á mannauði. Þessi áhrifunum lýst með stuðlinu VAF. Og síðan skrifum við hlutfall fjármagns og framleiðslu bara eins og í líkani Solons, þar sem að G vöxtur framleiðslu og fjármagns og delta afskiptastuðullinn og E á móti Y bara hlutfall fjárfestingar í framleiðslu og það tala sem við höfum löndin bæði á það. Og það þýðir að við getum þá raðað þessu saman með því að umrita jöfnuna í þriðju rýmu þannig að framleiðsla á mann sé hagkvæmni og tæknistuðullinn 1,5 sinnum kvaðratrótin af þessu falli þar sem að við höfum U fyrir fjölda ára á skólabekk og G fyrir vöxt landsframleiðslunnar og deltu fyrir afskiptastuðullinn og S fyrir hlutfall framleiðslu og fjárfestingar. Og sumar þessara talna höfum við fyrir bæði löndin og þannig getum við skoðað framleiðslu á mann í Hvíta-Rússlandi sem hlutfall af framleiðslu á mann í Litáen með því að bara deila þessari jöfnu fyrir Litáen upp í sömu jöfnu fyrir Hvíta-Rússland og þá sjáum við að við eigum eftir bara þrjálfsæði hlutfall hagkvæmni og tæknistuðulsins í Portálfsfallinu hér í veldinu 1,5 og síðan fall af fjölda ára á skólabekk í Hvíta-Rússlandi og Litáen og fjárfestingarhlutfallið í Hvíta-Rússlandi og Litáen. Gjaltinn stórast út. Ég dettur út og delta gegn. Dettur út þegar við tökum hlutfallið. Og þessar tölur eigum það. Við eigum allar tölur þessari jöfnu nema hlutfallið milli tækni og hagkvæmnistuðulsins í Hvíta-Rússlandi og í Litáen. Þessar tölur sáum við myndunum áðan og við eigum tölurnar á skólasókn og við sáum fjárfestingartölurnar. Og þannig að aðferðin þessi að reikna fyrst hlutfallið á milli þessara sem við leitt út úr þessari jöfnu og þannig getum við síðan skipt muninum á landsframleiðslu í löndunum 2 á milli þessara skýringarbreyta sem við erum með, fjárfesting og menntun. Og það gerum við hér.
ég er búinn að stinga því, ég þarf ekki að fara í gegnum þetta með eitthvað lið fyrir lið, ég bara tek tölurnar sem þið sáuð á myndunum áðan og eru í greininni og sting þeim inn og sé þá að hagkvæmnishlutfallið milli landanna tækja sirka þriðjungur. Þessi hagkvæmnishlutfallið í Litháen og Hvíta-Rússlandi þrefaldur á við hann 3 sinnum hærri í Litháen heldur en í Hvíta-Rússlandi. Og þá getur við stungið því inn í jöfnuna fyrir landsframleiðslu áðan. Þá fáum við einmitt muninn sem við sáum í tölunum áðan, þar sem sirka þrefaldar mun, 19,5 í Litháen, á móti 6,7 í Hvíta-Rússlandi. Og hér sjáum við framkvæmningatölurnar frá því áðan, þriðjungur í Hvíta-Rússlandi og fimmtungur í Litháen. Hér þessi munur upp á 1,3 ár í skólagöngu, árum á skólabekk. Vinnustundir á mann eru nokkuð veginn sama, þannig að vinnumarkaðurinn dettur út, skiptir ekki máli hér, þó að það er gert það í Eistlandi og Lettlandi. Og hér sjáum við hagkvæmnisstuðulinn. Og þannig að niðurstaðan verður sú að fjárfestingin skiptir miklu máli þegar við skoðum muninn á framleiðslu í löndunum tveim. Menntunin virðist skipta miklu meira máli. Og að manni kynni halda sínast við fyrstu sín að munurinn á 1,3 árum á skólabekk geti varla skipt sköpum, en eftir þessu líkani þá gæti hann gert það. Og þá þarf að hafa þann fyrirvara meðan að tæknimenntun og stærðfræði og eðlisfræði menntun og þess að í Hvíta-Rússlandi er býsna góð, að þá haltra menntun mjög á öðrum sviðum eins og tíðkast oft þessi lönd. Svo bara stingi þessum tölum þarna inn og þá sjáum við hvers vegna ég fæ hlutfallið milli framleiðslu á mann í löndunum tveim þannig að framleiðslu á mann 3 sinnum meiri í Litháen heldur en í Hvíta-Rússlandi. Og þá var niðurstaðan þessi, þetta er lokaglæran. Hvíta-Rússland fjárfesti helmingi meira heldur en Litháen. Og Litháar fjárfesti meira í menntun og öllum skólastigum aftur á móti. Sitja 1,3 árum lengur en Hvíta-Rússar í skóla. Og Hvíta-Rússar voru lengur að koma sér af stað eftir 1990 og féllu þá ný undir einræðisstjórn. En Litháar höfðu augastað á Evrópusambandinu og fylgdu fordæmum þaðan og gengu síðan inn. Það reistir 2004. Og þannig viðurst fyrir frílæðingu viðskipta og umskipti í efnahagsmálum og einkavæðingu ríkiseigna sem haltraði vísu aðeins, líkt og í Rússlandi, það safði ekki næstu því eins mikið eins og þar. Og svo byggðu þeir markaðsbúskapar innviði eftir vestur-evrópskri fyrirmynd. Og ekkert af þessu gerðist í Hvíta-Rússlandi, því að það situr að sumu leyti fast í liðnum fyrir tíðar, þrátt fyrir framsókn í efnahagsmálum og framsókn sem hægði á sér eftir 2012. Og við þykjum sjá að spilling og slæmi stjórnarhætti standi fram fyrir landsins viðbrigðum. Og það gerir einnig skortur og lýðræði og vanvirðing fyrir mannréttindum. Og þá er málum miklu lokið. Takk mjög áhugavert. Einn hlutur sem ég er nánar að skoða, það er þessi þjóðfræðingar, þetta er svakalega úttakandi sem dagar og svona. Það sé eiginlega ekki svipað tölur ef það er bara í gangi. Það er vísu sama munstururlega í mjög bara munstururlega. Það hefur verið netto til líka á landa. Sem ég húkar í að vera í vestur, það er alveg enn vestur. Litháen, það er vist bara að lifa þegar eftir. En vegna þess að ég hef ekki kíkt á tölurnar á Litháen, yfirleitt það þannig að þeir sem flytja búferlum svona, þeir eru uppistöðu til og það getur breytt bara demografínu fjölskyldan dýralítan. Þegar tölurnar eru svona svakalega og svona leiknast fólk á 30-aldri börn og gerir það hugmyndum. Þannig að ég hefði haldið að demografín í Litháen hljóta að vera orðin að sé bókastæðar eftir svona útökum. Mér skildist líkan eða ekki beinlínis taka á því, ég hefði vinnið vel sem er bara
fólksfjöldi, sko. Það væri kannski betra að vinna með fólk á andrinu, 65 eitthvað svona. Vísu þessi breyta þarna vinnustundir á mann, sko, sem líklega, þetta ætti okkur miklu leyti fram, sko, það ætti verið að þessi svipaðir í Litáen og Hvíta-Rússlandi, þrátt fyrir þessa blóðtöku við Litáen, sem þá að vinnumarkaðurinn þar einhvern veginn læra að bæta sér upp þessa blóðtöku vera fyrir. Ég alveg sama sinnis eins og ég tók mér að segja fram að fyrrabræði. Það er þó eitt í þessu sem kemur ekki fram hjá þér og það er að menntunarsamsetning mannaflans í Litáen hefur ekki breyst þrátt fyrir blóðtökuna. Það hefur ekki gerst þar eins og virðist að gera til dæmis hér heima að það komi sko ófaglært verkafólk inn í landi og meðan að betur menntað og reyndara fólk fer úr landi. Það virðist ekki hafa gerst þarna. Og ekki heldur í Íslandi og Lettlandi hver sem skýringin á því kann að vera. En ég alveg sammála að það væri bara efni alveg sérstaka grein að skoða hvernig mannfjölda samsetningin og aldurssamsetningin hefur breyst og hvaða áhrif það hefur á hagþróunina síðastliðin 30 ára. Gylfi. Þessu samhengi, fyrsta lagi þá einhvers að það skiptir máli að við áherslu sem fólk kallast best. Eitt moment sem eining við þessu sveitum með þetta, við sveitum, lótmækni sveitum, það er gott, best. Best. Og ekki gott að læsta. Það eru orðið vættum að hafa, já ég skilji, vættum að hafa tölu hvernig Litáen vegnar hvar sem þeir kjósa að búa. En svoleiðis tölur ekki til á heimsvísu. Það væri mjög góður mælikvarði. Það ekki mismunur á þjóðartekjum og landsframleiðslu. Þannig að það er talað Tyrkland. Ég tel mjög alveg about it, en heldur nær það í alveg? Alveg, kannski eitthvað. Okay. Já, þannig að það er mismunur á því og landsframleiðslu. Það er bara dettum. Það er ekki að útlendingum, það er bara út. Hvert árið það er. Ég held að þessi munur. Svo að framleiðsla Íra var eins og mikil yfir með alla í Boston. Segðu? Í Vestur-Evrópu. Já. Þetta veist ég ekki, það fyrir mér. Sumir hafa haldið fram eins og til dæmis hann að Hilmar Hilmarsson, prófessor á Akureyri, sem hefur verið mikið í Eystrasaltslöndunum, að þessi blóðtaka sé alveg frágangssöm, sko. En tölurnar viljast ekki sýna það. Ef maður samþykkir gildi þess að skoða bara tekjur landsframleiðsluna í hverju landi fyrir sig, sko. Eru þeir sem er í díasporu, eru þeir að senda fjármunir tilbaka til Litáen? Sem þeir meiri segja forsetaframbjóðanda frá Ameríku sem hún náði að gera. Munurinn munin á og þennan í Vestur-Evrópu og Litáen. Það minnkar, já. Litáen það núna að Eystrasaltslöndunum sem hefur vaxið hraðast og eiginlega, já, komin mest Vestur-Evrópu. Eistum hefur líka gengið vel og lettar þeim hefur gengið síst. Og þetta náttúrulega gömul, sko, Evrópuríki á mjög fínni tegund. Líka var heimsborg.
Vilnius og Tallinn kannski síður. Hrun kommunismans er nú eiginlega mesti atburður ævi minna sem hagfræðings og yfirskyggi hrunið. Og makalausi partur af minni starfsreynslu var að ég var í 10 daga á ári í Tallinn í 15 ár eftir hrun og fylgdist með því bara árvist eins og klukka hvernig framfærið var. Og þær voru alveg ævintýralegar. Þegar við komum þangað fyrst var bara ein matstofa nothæf og hún var einhver. Og allt hitt var bara eins og sem við myndum kalla fangelsismat. Svo sá maður veitingastöðunum sáabakk. Og eftir 15-20 ára þá var bara Tallinn orðin eins og aðrar heimsborg. Eins og Helsingfors á Vesturbæi við og svo aðeins. Og sjá þetta gerast svona hratt og markvisst fyrir augum hans. Og sjá Beista til dæmis geta sagt við Frakka en náttúrulega ekki því styrkja við erum búin að þetta. Og svo að segja Ísland lenti í því að þurfa að hækka tolla fyrir gengin öndröðum. Þeir eru búin að hækka við 0 eins og í Hong Kong. Og þannig að þessi lönd hafa staðið sig gríðarlega. Það var til dæmis þannig í Íslandi að fyrst eftir 1990 að það var hægt að kaupa sprútt í búðum þar 24 sjö. Þess að þú varst uppiskroppa á minnætti þá kannski sett 7 ára songun út í búð. Og þeir sneru aðeins tilbaka með þetta. Hvað þeir voru svona brenndir af ofríkinu á Sovéttímanum að þeir gengu á rátt. Þeir gengu lengra heldur en Hong Kong að sömuleið. Og svo erum við komnir í félagskapinn í Brussel. Og þá sjáðu þeir að þeir gengu á rátt að sömuleyti en þeir eru mjög hollrödd sem að er vel hlustað á í Brussel og að löndin síðan á mig. Og þetta á við öll 3 Estland og Lettland og Litauen. Þessi lönd sem þeir eru að þau höfðu kannski eitthvað sem að útfröðu að þau notur infrastruktúr, eignarrétti og svo ráði sem að helstu menn mundu vel eftir í þessum en svolítið náði ekki þessari alveg og ekki búin að ná þessu eignarréttarstúdum frá 19.000 það er mikið í það er verið árétt og þessi lönd sem það verið að góða eignarrétta með frjálsum viðskiptum á þau eru fljótað sprettur að þeir eru höfðust innbyrðis Já, við erum með stuttalýsing á þessu í textanum og ég nefndi það ekki hér að þetta er einn munurinn upp af skilnum. Það er að Hvíta-Rússland er eins og Rússland og þessu viti. Það á enga lýðræðissögur frá millistríðsárunum eins og Eystrasaltslöndin. Eystrasaltslöndin voru að tilheyrum til betur stakk búin að tileinka sér aftur hætti í Vesturlöndum að þetta er höfðu millistríðsára reynsluna af því Þetta höfðu Hvíta-Rússland